Já, komið sæl, ég með góðan gest hjá mig núna, Halldór Guðmundsson, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Já, takk. Já, heyrðið og það sem að mér langar að ræða við því, það þetta sem sagt hvað við gerum þegar við eldumst. Já. Og ef við byrjum á bara allir þeir aðfluttu útlendingar eða sem að flutt til Íslands, hvað verður þá þegar verða gamlir? Er það ekki stórt mál fyrir okkur? Jú, það verður talsvert mál held ég og það nú þetta rannsóknir sem að við byrjuðum að setja hans á staði í fyrra, ég og kollega mína frá Lettlandi sem að ég hef verið í samstarfi við í öðrum verkefnum reynda líka, svona varðandi eldra fólk bara almennt. En það segir sig við eiginlega bara sjálft að núna þegar við það eru komin 60-70.000 manns á Íslandi sem eru erlendum uppruna. Fólk sem kemur hingað til þess að vinna og leita sér að betri framtíð og margir hverjir verða hér bara góður og gildir Íslendingar setja stað og mér skilst ég hef þetta svona nokkurn veginn rétt að það bil helmingur af öllum innflytjendum sem komið til landsins ákveður að dvelja hérna í dálítið langan tíma. Og svo sé ég það í tölum eldra fólk að það ekki bara, það sem sagt stækkandi hópur sem að af erlendum uppruna sem að ná því að verða 65 eða 67 ára og eldri. Þannig að maður fyrir svolítið að velta því fyrir sér er þessi hópur ennþá að vinna eða hann bara hættur að vinna á lífeyri á Íslandi og svo vakna líka spurningar þessi hópur algjörlega orðinn hluti af samfélaginu og ætlar sér að vera hér til frambúðar eða ykkur hluti af þessum hópi sem að reiknar með því að fara tilbaka til uppruna landsins og eyða ævir á áranum þar og það svona það sem við erum að skoða núna vegna þess að hvað sem verður hvort sem fólk verður kjört eða velur að fara tilbaka til uppruna lands að þá mun það hafa talsverðar afleiðingar fyrir það hvernig við Íslendingar ættum að skipuleggja okkar velferðarþjónustu svo hefur þetta líka áhrif á lífeyrismálin Þetta þýðir náttúrulega það að fólk sem býr í Evrópusambandinu eða innan Evrópska efnahagssvæðisins, það getur farið með eða fær lífeyrisréttindi sín flutt á milli, þannig að þú fær greiðslurnar með þér hvert sem þú ferð í raun og veru. En ekki þeir sem að búa utan þess? Nei, það er kannski meira vísun, það getur vel verið að þeir sem eru utan þess geti fengið lífeyrisgreiðslurnar og eigi rétt á því að fá lífeyrisgreiðslurnar en það sem sagt innan sambandsins þetta réttindi, þú átt rétt á því að fá þetta flutt til því en það ekki eins skýrar kannski reglur gagnvart þeim löndum sem eru utan Evrópska efnahagssvæðisins þannig að og þetta er svona marghliða spurningar í raun og veru maður veltir líka fyrir sér hvað veit fólk þessi réttindi sín ég meina ég var ekki meðvitaður það sjálfur að hvort að þetta væri að hafa einhver aðrar afleiðingar heldur en bara fólk væri að ég ákveð að fara til Spánar þá bara held ég áfram að vera með bankareikning á Íslandi og ég fæ bara lífeyri minn greiddan og allt í lagi með það en ef ég að fara til segjum Póllands og ég að fara heim aftur á ég þá rétt á lífeyri frá Pólska ríkinu hvaða réttindi gilda þar ég á væntanlega rétt á því að fá greiddan lífeyri úr lífeyrissjóðum á Íslandi kannski ekki endilega frá Tryggingastofnun af því að ég ekki búið nógu lengi eða eitthvað slíkt þannig að þegar þetta fer svo af stað þá náttúrulega fyrir maður að velta fyrir sér hvað það sem ræður því að fólk velur að vera kjört eða velur að fara tilbaka. Og það svolítið svona konsepti sem við erum að spá í núna. Hvaða breytur eru það sem að toga í eða gætu verið að toga og að hvaða marki eru einstaklingar búnir að skipuleggja líf sitt á tilveru kannski búnir að kaupa sér húsnæði í upprunalandinu eða eiga þar fullorðna foreldra
kannski eru börnin að einhverju leyti farin tilbaka eða kannski eru börnin bara búin að gifta sig og eiga börn og buru hér á Íslandi, sko. Þannig að það alls konar svona tókkraftar sem áhugavert að fara að spá í. En maður finnst samt, sko, svolítið hart ef að fólk kannski búið að vinna hérna, kannski sem 20 ár, 25 ár og jafnvel orðnir ríkisborgarar. Já. En flýta svo aftur heim til síns, það getur verið í Asíu þessuna, að þau eigi þá ekki rétt á lífinu sem að þó myndaði sjálft, sko. Ég ætla nú að gefa mér það að þú eigir alltaf lífeyririnn, sko, og það er meira spurningin bara, sko, þessa milliförslu milli landan á tvísköttunarsamninga og þessáttar mál sem að varða það hvernig þetta er flutt á milli. En ég held að, sko, og margir Íslendingar hafa unnið til dæmis í Skandinavíu og eru kannski að fá lífeyrisgreiðslur ef þeir eru búin að vera þar í einhvern ákveðin tíma, sko. Þegar þeir taka út lífeyrinn, en svo getur líka vel verið að margir séu ekki að gera það því þeir hafa ekki ræstan, þeir eru bara búin að gleyma því eða hafa ekki lagt fram umsóknin eða eitthvað slíkt. En það er líka þetta sem að, sko, það fer auðvitað svolítið eftir í hvað er búin að vera lengi, en það má ætla það að sá einstaklingur sem er búin að vera lengi, hann sé búin að átta sig á velferðarkerfinu á Íslandi og réttar stöðu sinni að einhverju marki, og hann er náttúrulega búin að horfa á það að borga af launum sínum eða leggja fram í lífeyrissjóð og fá reglubundin yfirlit og þar fram með göttunum. Þannig að það eru nú meiri líkur heldur en minni, held ég, að fólk sem meðvita það að það eigi fjármuni til úttektar og greiðslu þegar að því kemur, sko. Óháð því í raun og veru hvert að fer, en það sem ég meina, sko, Evrópubúarnir, Norðurlandabúarnir, þeir eru náttúrulega með ákveði forskota því að það er svona samtal á milli þessari kerfa, það er samstarf á milli stofnana og sjóða og verkalýðsfélaga og tryggingastofnana og skattakerfa og allt þetta. Já, það er, sko, sumt fólk hefur komið hingað og verið að vinna og sendt peninga til heimalandsins til að styrkja fjölskyldu þar og hérna samt lifað einhverju lífi á laununum sem eftir standa þá. En þetta fólk, sko, ef það, sko, er búin að ávinna sér rétt til lífeyris, að þá lítur vera mjög hagkvæmt að þau fá hann greiddan, bara mánaðarlega, að fara tilbaka það sem að, sko, verðlagið og verðmætin eru með allt öðrum hætti. Það eru einn af tókkraftunum sem við höfum áhuga að skoða, sko, að hérna mun fjölskyldan sem settu tóka þig tilbaka eða mun það að þú átt, sko, blönduð lífeyrisréttin kannski frá, segjum að þú hafi verið 10 ár í Englandi að vinna og svo kemur þú til Íslands og ert í 10-20 ár á Íslandi að vinna og svo fyrir til Póllands og vinnur í 10 ár. Er ykkur líkindi til þess ef að Íslandi er síðasti stoppistaður en að þú viljir endilega vera á Íslandi eða fara til upprunalandsins, þar sem að þú kannski, eins og þú segir, ert búin að fjárfesta og fyrir utan tengsla fjárfestingu sem þú ert líka með í fjölskyldumálunum. Og við höfum svona kastað því upp sem að allir vita að Íslendingar fara til Portúgals eða Spánar af einhverjum ástæðum. Það er ekki bara sólin, það er líka vegna þess að það er ódýrar að lifa þar. Og það eru tókkraftar sem að hérna, gera fólki bærilegra líf. Ég held að það sé tölvur líkindi til þess að það sé megi ekki alveg gera ráð fyrir því að sko innflytjendur sem hafa verið hér í dálítinn tíma, jafnvel 10, 20, 30 ár og þess vegna orðnir ríkisborgarar, að það er ekkert gefið að þeir verði hérna kjörir, sko. Nei. Sko, ég og konan við tókum okkur 2 vetur í röð til að við byggum svo satt 6 mánuði hvort árið á Spáni, leiðum okkur bara íbúð og vorum hann í 6 mánuði hvort sinn og við hittum fólk sem voru efnaslega flóttamenn eins og eitthvað og sumt af þessu fólki nú láti núna en sko það var mjög óviðunandi að fólki þurfti raunverulega sem var ekki með þess betri sko eftirlaun það þurfti að flýja landið okkar. Það bara var þannig. Út af sköttum þá? Já, nei og líka bara sko, bara hvað kostaði mikið að bara lifa. Já, verðlagið svo mikið og fara svo að fá það sko íslensk
borga lífeyrissjóðun eftirlaunin út til Spánar og þar gátu þau lifa mikið betra lífi sko, í engar áhyggjur frá degi til dags. Já. Það svolítið líka. Já, ég held að þetta sé mjög klárlega eitthvað sem að muni skipta máli fyrir þá sem að eiga möguleika og uppruna og tengingar. Já. Hvort sem það eru, eins og þú segir, eignir, fjölskyldu eða börn eða bara söguna sína. Já. Og svo kemur líka inn í þetta þessi spurning sko, að þegar maður eldist, í hvaða aðbúnað vil ég hafa ef við hugsum sko óháð því hvað gerist, af því við vitum það ekki, en við vitum að þetta fólk mun eldast. Við vitum að til dæmis í Pólandi er meðallífaldurinn eitthvað í kringum 82 ár. Hann er töluvert lægri fyrir karla. Já. En fyrir íslenska karla er hann 84, farin að nálgast 85 ár og fyrir íslenska konur er hann farin að fara upp fyrir 85, 86, eitthvað slúðis. Þegar að kemur að því að maður eldist og maður notar velferðarþjónustuna, einhvern hluta af því tímabili, alls ekki mikið hluta en einhvern hluta, að þá myndu líka fara að velta í fyrir þér sko hvers konar heilbrigðis- og velferðarþjónustu vil ég hafa þegar ég þarf á því að halda. Og er þá endilega gefið að ég velji að vera í íslensku umhverfi. Við vitum svo sem ég veit allt og lítið það hversu vel fólk er máli farið til þess að geta tekið eða átt í samskiptum og þarf að mynda göttunum. En við skulum bara gera ráð fyrir því að þau séu orðin alveg ágætlega máli farið á íslensku. Að þá velti maður aðeins fyrir sér sko, er það verðlagið, er það tengingarnar sem að draga því í burtu og ef niðurstaðan verður svo fólk velur að fara tilbaka þá þurfum við Íslendingar líka að gera okkur grein fyrir því að skattarnir af lífeyristekjunum af því að þú ferð að búa lengur en 6 mánuðina sem að þú varst að segja að þú varst á Spáni bara í 6 mánuði út af því að þú varst með skattalega heimilisfest á Íslandi að þegar þú velur að fara í burtu þá verða lífeyrisgreiðslur greiddar út og þú væntanlega ert skattar í Pólandi. Það er að segja, þú getur verið og ég veit ekkert hvert skattstigið er í Pólandi en ég gef mér að það sé hugsanlega lægra heldur en á Íslandi, þá ertu líka komið með ávinning þar. En fyrir íslensk samfélag þýðir þetta að tekjur sem að lífeyrissjóðnir er að greiða út til fólks eða tekjur sem lífeyrinn sem greiddur sem tekjur til fólks að hann verður ekki skattaður og það skila sér ekki inn í íslensk samfélag. Nei. Og við vitum það svo núna ef við skoðum bara hér svona heimasíður eins og hjá félagsmálaráðuneytinu í prógrami sem heitir Gott að eldast þar sem búið er að KPMG var að reikna út hvernig hvað eldra fólk hefur í tekjur og hvað má ætla svona meðalmaðurinn sé með og hvað hann skilar til sveitafélagsins eða til samfélagsins að þá er það nú bara þannig í dag að eldra fólk er meira virði heldur en að vera einhver byrði. Já. Og fyrir sveitafélagin eru eldri borgarar bara orðnir dálítið mikilvæg tekjulind vegna þess að þessi hópur er ekkert svo sérstaklega dýr í þjónustu, velferðarþjónustu. Það er ekki nema brot sem eru að nota einhverja þjónustu. Og þetta getur þess vegna, sko, þegar við erum svo að segja hvað verða margir einstaklingar sem þurfa velferðarþjónustu í framtíðinni, þá erum við að reikna út frá öllum sem búa á landinu og það erum við með alla með okkur og það skiptir máli framtíðarplönin hvað við þurfum mikið að mannafla hvað við þurfum mikið kostnað í velferðarþjónustuna eða útgjöld til velferðarmála hvað þurfum marg hjúkrunarpláss og svo framvegis það ræðst af því hvað verða margir sem ákveða að vera á Íslandi. Já, en þá er það sko líka í því að til dæmis eins og hjúkrunarheimilin og þá fer þetta jafnvel að vera spurning líka tungumál og ýmislegt annað sem getur verið erfitt sko. Já, og ég hef nú aðeins svona flekti fram sko í þessari umræðu að
ég veit ekki hvort að þú manst eftir því að fyrir ekki einhverjum áratugum síðan þá voru reglulega fluttar fréttir af Íslendingum í Manitoba. Já. Og það var sérstaklega að vera að leggja sig fram það í kringum 17. júní að fara inn á hjúkrunarheimili í Manitoba og tala við gamla Íslendinga af því þeir kunnu íslensku. Þeir töluðu það að það skipti máli að starfsfólki geti líka að tala við á íslensku. Og þá vaknar spurningin, ætlum við að búa við hjúkrunarheimili þar sem að verður mögulega töluð pólska, lettneska eða rússneska. Væri það eitthvað sem við megum vona og við gætum þurft að gera, þetta verður ein af þörfunum, eða bara þess vegna að heimaþjónustun og heimahjúkrunin taki mið af því að við þurfum að eiga samskipti og tengjast fólki. Þannig að þetta hefur margar víddir, sko. Já, margir möguleikar og mörgum spurningum og svara því að... Já, það er það. Og við höfum ekkert verið að reikna sérstaklega mikið með þessu og svo veit ég líka að það er áhugi til þess og hann er fyrst og fremst náttúrulega bara út frá bæði réttindamálum og líka út frá bara útstreymi að sko lífeyrissjóðin, þetta er mál sem skiptir talsvert miklu máli fyrir lífeyrissjóðana. Já. Þegar að vera að reikna út lífeyrir til dæmis að þá náttúrulega gengið út frá því að þú lifir í einhvern x tíma, sumir lifa skemur og aðrir lifa lengur. Og við sem að þekkjum pínlítið í sögunum munum eftir því eða vitum orðið af því að þegar að var ákveðið að segja 67 þýddi að þú værir orðin aldraður, þá var það vegna þess að það var meðal lífaldur á Íslandi. Það var ekkert að reikna með því og lifa lífið lengur. Já. Það var 50-50 líkur og væri dáin 67 ára. En núna eru 50-50 líkur að þú lifir þá til að verðir 85 ára. En þessi hópur sem kemur til Ísland sem innflytjendur, hann er að miklu leyti karlar sem eru að fara í byggingar og að nokkru leyti, það er bara að miklu leyti einstæðingar, bæði karlar og konur, sem ekkert endilega stoppa lengi, en sumir gera það. Og þá veldur maður fyrir sér, munu þeir lifa jafn lengi og Pólverjar almennt, eða munu þeir lifa jafn lengi og Íslendingar almennt? Þá verður að byrja á að reykja því að þeir reykja svo mikið. Já, það er einn hluti af myndinni, sko. Það hlýtur að vera. Já. Hversu vel okkur hefur gengið að drepa niður reykingar. Já, það er klárlega einn hluti af myndinni. Bæði áfengisneysla og bara lífstíl bara heilt yfir, sko. Áfengi og tóbak spila stóra röllu þar. Og svo er það náttúrulega líka þeir eru hérna á landi sko, svo það í einhverjum tilfellum kannski getur haft áhrif að sko, það eru slys og óhöpp og annað slíkt sem að geta valdið óþægindum og skaða en þetta hversu lengi munu lífeyrisþegarnir þeir sem afla erlent fólk sem aflar lífeyrisréttinda á Íslandi hvað er líklegt að það lifi jafn lengi á Íslendingar eða jafn lengi og samlandar. En svo er annars, fólk sem hefur verið að vinna hérna og borga í lífeyrissjóð og það allt saman, en svo ferða og þá kannski slitnar að það sækir aldrei hennar lífeyrisinn. Það getur alveg gert sko og það er þessi réttinda. Þá er svona óbyrn ávinningur annar lífeyrisjóð á Íslandi af því. Akkurat og þá fyrir líka velta fyrir sko einstaklingur sem dvelur hér í 5 ár og borgar í lífeyrissjóð í 5 ár. Á hann að fá eingreiðslu eigum við að gera upp eða eigum við bara að bíða hann til að hann verður 67 ára og byrja að borga eins og reglurnar segja til eða það er í raun og veru þetta er í raun og veru bara svolítið svona útreiknistæmi fjárhagslega hagsældina hjá lífeyrissjóðunum, getumörkin og svo ekki síst þetta réttindagæsluna fyrir þetta fólk. Áttu rétt á því að ef þú ákveður að fara frá Íslandi, er þá skynsamlegt fyrir okkur að vera með einhverja reglur eða eitthvað slíkt sem segir að þú fái bara uppgert? Já. Þegar fyrir mörgum ára síðan að þá list ég af á svona litlum tóra sem hafi verið smíðaður í Póllandi og það sko þá fylgir svona garantímaður að þetta er nýsmíði til að svona bera ábyrgð á
öllum mekkanóin í honum. Svo þegar að sá tími var útrunnin og þá hann hétt Róman, ég man nú ekki eftir nafnið, en hann sótti að fá að vera bara ráða sér sem vélstjóra á bátinn eftir að þessi garantítími var liðinn og hann fekk það og það hefði verið 2 ár og þegar ég kem hann borð, þannig ég var nú bara í afleysingum á það, en mér fannst þetta spennandi maður og hann rykti alveg helvítisetning en það var svo vond lykt af síkartunum að sögðu strákarnir og þá voru þeir alltaf að gefa honum síkartur staðin fyrir að fara að reykja þessa pólsku. Og þá sagði hann alltaf kom hún síkaret is very good but capital síkaret is very much better og svo var hann líka bílaði mikið þarna og en þetta var skemmtilegur maður en því ég gaf mig að tala við hann, ég var að tala við hann og þá var það þannig, hann hafði keypt eftir að hann var orðinn vélstjóri þarna, þá var náttúrulega margföld laun með þegar hann var bara garantímaður og þá var hann búinn að kaupa sér nýjan Volkswagen Golf og hann var að byrja að byggja. Það var það sem hann sá í þessu. Hann ætlaði að bara koma byggja hús fyrir fjölskylduna og meðan hann hefði þessi 2 ár hérna í Íslandi. Og mér fannst honum ganga það bara vel með sem hann sagði, en svo sem Volkswagen Golf þá kaupir hann í Póllandi náttúrulega ekki í Þýskalandi. Það var branna verðlag í Póllandi. En svo hann flaug samt alltaf heim frá Þýskalandi og svo fer hann heim í frí, sagði mér, og þá hafði konan rispa bílinn eitthvað og þá fór hann á hann til Þýskalands, þannig að hún hefði hann ekki á meðan að hann væri á Íslandi. Það var svo reiður hann að búla henni á Íslandi og svo að klessa bílinn. En þarna var skýrt dæmi það, hann bara lagði þetta alveg fyrir mig hvernig þetta gengi og hann var með all planað og einmitt og launi hér voru margfeldi á við það sem hann var í Póllandi, þá ég veit ekki hvernig það er núna og þannig var hann að skjóta bara fótum undir sig og sína fjölskyldu. Já, ég held að það er náttúrulega dágóður hópur af fólki sem kemur til Íslands og kemur hér til að vinna og hefur í raun og verið haldið uppi hagvextinum á Íslandi á undanfarnum árum Það eru fyrst og fremst innflytjendur sem hafa gert það og þeir koma hér til þess að vinna margir hverjir og margir komi í ævintýri og ennaðri komi í nám og einhverju komi til þess að hitta fjölskyldu, þannig að þetta er mjög breytilegur hópur. En ég held að við þurfum aðeins að fara allavega að skipuleggja hvernig við ætlum að sinna þessum hópi og ég ekki að segja þessi angi lífeyrismálana er bara einn angi af þessu vegna þess að þetta dettur inn í þennan hluta af velferðarþjónustunni sem ég hef verið að rannsaka svolítið en ég held að og þetta tengist auðvitað miklu lengra eins og segir, þetta tengist bara alls konar réttindum það hvernig fólk kemst í raun og veru inn í samfélagið okkar og það eru náttúrulega liggja fyrir alls konar tillögur það hvernig við ættum að taka á móti fólki og hvernig við ættum að ýta undir að fólk geti komið sér fyrir og það eru líka til alls konar hagstærðir sem segja það að í hver skipti sem við fáum inn 1% af innflytjendum þá eykst landsframleiðslan 1% en ef þeir stoppa í 4-5 ár þá eykst hún 2%. Þannig að það er hagstærðir síðan aðeins lengur heldur en skemur en það er ýmislegt þarna sem er óljóst sem við eigum eftir að fá betur í ljós en það sem mér er svona erfiðast í augnablikinu hjá okkur í þessari rannsókn varðandi lífeyrismálin og væntingarnar það er einhvern veginn að ná sambandi það er að komast í sambandi við hópinn Er það erfitt? Það virðist vera það það er það hjá okkur og við erum búin að senda út spurningalista með nokkrum aðferðum við þurfum að finna fleiri aðferði greinilega en maður sér það til dæmis að þegar landlæknir hefur verið að gera rannsókn á heilsu og högum fólks á Íslandi að þá fyrir 2 árum síðan þá gerðu þeir alveg sérstakt úrtak fyrir fólk af erlendum uppruna af því að þessi hópur hann er bara ekki virkur þáttakandi í að svara könnunum á landinu eða spurningakönnunum sem við erum með þannig að
að nú þetta bara orðin slík stærð 60-70.000 manns í íslensku hagkerfi og íslensku þjóðfélagi að við verðum að finna okkur leiði til þess að reyna að ná utan um það hvernig þessi hópur hefur þá og hvað hann byrtist og hvernig við náum sambandi við hann sko. Svo annað líka sko, þau sem kjósa að vera áfram að þá býður náttúrulega með það fólk eins og okkur hinn svona aukin heilbrigðisþjónusta og hjúkrunarheimili og það allt saman. Já. Það bara stór þáttur því að sko eins og þú veist að tala þennan kollegaðinn af sjónum sko í sambandi við lífstílinn hann hefur áhrif á heilsu, við vitum það og fjárhagsleg heilsa hefur líka áhrif á heilsu og allt það en enga síður þá held ég að sko við verðum þá að fara að hugsa heilbrigðisþjónustuna til þess að mæta þessum hópi ef hann velur að vera á landinu og þá mun hann þurfa vaxandi meiri heilbrigðisþjónustu og vaxandi meiri velferðarþjónustu þangað til að það kemur á svona lokaferlinu. Þannig að ég held að þessi bara orðið mjög aðkallandi að reyna átt að sjá því ef við getum eitthvað spáð í þetta, ef að fólk yfir höfuð fyrir að velta þessu fyrir sér. En svo getur líka vel verið að sko þetta sé tiltölulega skýrt fyrir þessum hópi. Bara kannski eins og ég sá í umfjöllun í opnum aðgangi á Facebook fyrir örstuttu síðan sem að einstaklingur var að hætta störfum eftir 20 ára starf á Íslandi en fyrst og fremst að fara til heimalandsins með sjálfur og með fjölskyldu vegna þess að það voru aldraðir ættingjar sem kölluðu það og þá varst að fara þangað til þess að sinna svona, hvað við segja, tilfinningaskyldunni og fylgja því eftir og ég held að þetta sé einn af mjög líklega mjög sterkur tókræftur, ekkert bara að ég í hús eða þessi ódýrir að lifa einmitt. Held að það sé stort sem við þekkjum svo sem við mátt aldraða foreldra, þetta er skyldur já. En hérna í þessu eru margar breyður og mörgum spurningum bara hreinlega erfitt eða vonlaust að svara. Já, ennþá erum við svolítið stödd þar held ég, að við munum ekki og við eigum ekki reynslu að því að þetta náttúrulega einstakt. Þetta einstakt sem að við búum við í dag þó að fólk hafi alltaf verið að flakka á milli landa til þess að vinna að vísu lengi vel sem þrælar og þar fram eftir götunum en alltaf hefur fólk verið að fara á milli landa og það ekki að minnka. Það fyrirsjáanlegt að það mun ekki minnka og við Íslendingar höfum þörf fyrir það að hinga komi fólk og vilji koma fólk til að vinna af því að við bara erum ekki nógu mörg til þess að standa undir því sem við þurfum að gera. Og það annað sem algjörlega nýtt, það hefur aldrei verið jafn mikið af eldra fólki til. Og það hefur aldrei verið jafn mikið af eldra fólki sem verður þetta mikið gamalt. Nei, það rétt. Þannig að það er algjörlega nýjar breytur eiga sér stað. Og svo kemur það þriðja eða fjórða. Það hefur aldrei verið þannig áður að þú getur í raun og veru að þú sérst á mörgum stöðum á sama tíma. Að þú búir í einu landi, ferð í annar land og búir í þriðja landi og þú sérst að taka og flytja tekjur og alls konar lífsgæði með þér á milli þessara landa og innheimta réttindi í einu landi, heilbrigðisþjónustu eða eitthvað slíkt, lífeyri í öðru landi og búir í því þriðja. Þetta eru bara nýjar stöður og við eigum enga reynslu af þessu. En þurfum að móta þetta eitthvað, eða ekki? Jú, ég held að það þurfum að setja þetta. Við vitum að getur komið margt af þessu fólki inn á hjúkrunarheimili hérna. Alveg klálega. Og þetta er eitthvað sem þurfum að svona ábyggilega undirbúa. Já, því lengur sem tíminn líður, eða því hraðar sem tíminn líður, þá erum við líka komið þangað að fleiri og fleiri munu eiga börn og barnabörn sem eru kannski fædd hérna og hafa klárað allt og eru bara hér með fjölskyldu og börn og þá er tilfinningatengingin komin hingað, kannski ekkit minna heldur en til baltnesku landana eða eitthvað staðar annars staðar í heiminu. Við sjáum til dæmis í gögnum í dag að það eru hópur af til dæmis konum sem hafa komið frá Austurlöndum, við sjáum Norðurlandabúa sem hafa komið hérna í gegnum árin og við sjáum til dæmis bara tónlistakennara sem hafa komið hérna í áraraðir og hafa jafnvel búsett sig hér og hafa verið burðarásar í íslensku menningarlífi.
Þetta fólk búið að vera hér meira heldur en 5 ár og 10 ár og margir hverjir ef ekki allir konum með íslenska ríkisborgararétt, sko. Og við þurfum aðeins að velta í fyrir okkur hvernig við ætlum að mæta þeim. Já. Og það verður, þetta breytilegur hópur, þetta ekki allt fólk sem að að eldast eða fara í gegnum lífið með sama hætti og aðrir Íslendingar, þannig að við gætum þurft að mæta með breytilegum hætti. Já. En svo eitt líka hættulegt þess að umræðu, sko, þetta fara að verða, sko, eitthvað svona kynþáttahattur, bara heim með þetta fólk, eitthvað, sko. Já. Það þarf að passa umræðan fari ekki þangað. Nei, já, ég alveg sammálaður í því. Það er náttúrulega algjörst eitur og það að hluta til svolítið eitur í þessar umræðu, finnst mér. Já. Að við þurfum endilega, við eigum einhvern veginn ekki alveg, sko, við eigum alltaf þetta orð innflytjandi. Við áttum einu sinni orð sem var nýbúi. Núna ég að reyna að tala að fara til upprunalandsins í staðin fyrir að vera í sem sagt, einu landi. Er ég að fara til heimalandsins eða er ég að fara til upprunalands? Ég bý í öðru landi. Þá er maður svona að reyna að eyða þessu að sko, þetta fólk sem hérna og búið að vera hér í 5 ára eða lengur. Hvenær er það Íslendingur? Hvenær ætlum við að kyngja því að það séu Íslendingar og tala það sem Íslendingar? Og ég kannski svolítið að reyna það hérna að segja að eldra fólk sem ætlar að eldast á Íslandi og búið að vera hér einhver tíma eru eins og aðrir Íslendingar og við þurfum að fara að hugsa fyrir því hvernig við ætlum að mæta það. Mikið sammálaður. Og já, gæta þess líka að umræðan fær ekki í eitthvað svartól. Já, það er bara eitur. Þetta eru margar spurningar. Já. Og svörin svona tínast inn. Já, það eru miklu fleiri spurningar heldur en svör, sko. Já, það er það ennþá, en þið kannski finnið eitthvað út úr þessu. Kannski. Halldór S. Guðmundsson, dósent, þakkaði fyrir komuna. Takk sömuleiðis fyrir mig. Og Rauðabóri heldur áfram með Draugnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.